Góðir Íslendingar og aðrir hlustendur. Áramót gefa tilefni til að staldra við og huga að áramótaskaupinu. Og það ætlum við tveir á toppnum að gera í þessum fyrsta þætti ársins 2025 og höfum fengið til þess sérlegan sérfræðing, stórvin okkar og ýmist núverandi eða fyrrverandi vinnufélaga, blaðamanninn Jakob Bjarnar Gretarsson. Góðan og blessaðan daginn. Blessaður, Jakob. Vá, hvað er gott að fá það, Jakob. Já, heyrðu þetta, þið eru náttúrulega hérna að velgerst í podcastfárinu. Jú. Við viljum okkar bita af þessar sköpur. Svo líta þessi podcastarar á sig eins og einhverjar superstjörnur og fara hér bara og hérna, þeir eru nú kannski fremstir í flokki þar, þjóðmálamenn, Stefán Einar og Gísli Valdórs og einmitt. Þeir telja sig eiga Ingu Sæland og verðið þeim að góðu. Þeir eru alltaf að halda svona árshátíð og svona live show. Já. Við ætlum kannski að gera það. Já, þeir eru náttúrulega, ég bara var að fatta þetta núna, þeir eru svolítið að stela sko módelinu frá ykkur hérna, Górillum og Radius bræðurum sko, því að það var svolítið uppistönd á ykkur líka sko. Þeir náttúrulega voru að tala í alvöru útvarp sko. Akkurat. Já, fyrir yngri kynslan, þá var Jakob Bjarnar, þú varst eins einu sinni útvarpsmaður. Stjarna. Já, út af stjarna. Það er ég mynd. Við hafa það þannig góður. Við skulum hafa þannig. En já, Tóti, hvenær viltu byrja að tala um harmleikin sem að átti stað hérna síðast? Já, ég vil allavega bara eins og þegar þú ert svo andaktur yfir að við erum búin að fá Jakob hinga í hús. Hann er búin að vera í efstu lögum Óskarlistans yfir gesti mjög lengi. Algjörlega. Nei, þetta er eina sem gat berga þessu sko. Þessu klúri. Já, það er fyrir þá sem ekki fylgjast með á Facebook-hópnum toppfólk, þá tókum við upp dýnamískan áramóta þátt á síðasta degi, næst síðasta degi ársins, 30. desember. Árið, já. Og vorum með alveg sko stórskotalega gestum, Dóru mína og Arnar Tómas Valgeirsson og þetta fremstan meðal jafninga Björn Inga Hrafnsson, Binga sjálfan, oft kendan við Viljan. Ég varst að það sé bara til það podcast sem hann hefur ekki látið ljósið skína. Nei. Já, hann á eiginlega okkur ennþá eftir, þess að þátturinn með honum, hann hvarf. Einhvern veginn hvarf hann sem ég skil ekki að þegar ég og Tóti eigum þessar geggjuðu græður, Jakob, finnst þetta ekki flottar? Og hingað til, það er þetta bara algjört plug and play, þú bara ítur að taka ert með minniskort, þetta er ekkert vandamál. Núna, ég veit ekki hvað gerist, ég er búin að googla mér allt við, ég lá í fóstustellingu daginn sem þetta gerist, ég sá svo eftir þessu, þetta var eins og að vera með popcorn fast í hálsinum eða eitthvað, þetta er ein versta tilfeyring sem ég fyndi fyrir, sko. 1 klukkutíma og 40 mínútur, Jakob. Var þetta góð þáttur? Mér fannst þetta góð þáttur. Þetta voru 101 mínúta og það sem var gott var mjög gott, en svo er alveg ýmislegt þarna sem að er ágætt að auðvitað, ég að lesa lista yfir einhverja myndir og það var vont út af, ég veit ekki hann alveg. En hins vegar fór þarna fórgörðum þegar Bingi var að svona setja breytta áhorfsveðun í sambandi við geopolítískar hræringar og innanlandspolítík líka. Já, og líka lýsaði hvernig hann fekk hlutverk í Craven ofurhitumyndinni. Hann leikur það rússneska hermann og var að segja okkur söguna af því. Já, þannig að þetta ætti að vera þáttunúmer 82. Hann ætti árum 83. Já, ekki bara láta þennan vera 82. Jú, hinn er náttúrulega bara ekki til sko. En þá bara má ekkert klikka núnóttur sko. Við erum ekki að fá Jakob til þess að láta það gufa upp sko, óheyrt. Það gengur ekki. Nei, það er því hræðilegt. Ég veit ekki hvað ég myndi gera ef þetta myndi gerast aftur sko. En við vorum að pása við vorum að fá nýja gesti inn og við höfum samt gert þetta áður. Ég beið einu svona eftir þér hérna í umferðarhnút og pásaði og ef ég get komist hjá að klúra þessu, þá skil ég ekki hvað gerðist Óti minn. Nei, ég skil ekki. Það er orðið nú góðu með því. Já, eins og margir svona podcastarar verða. Jú, ég fekk náttúrulega mörg skilabóð að þau erum að tala um skaupi, sko, að vængju fram, kjúklingahátturinn á Vísi og Stöð 2 hefði nú verið, að það hefði verið minnst á þann þátt, sko. Já. Og þá vildi systir mín meina að ég hefði verið í skaupinu. Varst ekki eitthvað að flagga þess á Facebook? Á Instagram. Systir mín takkaði mig á Instagram og ég gerði svona og svo skrifaði ég svona eitthvað, ekki alveg en close enough eitthvað, en svo sást það ekkert að ég skrifaði í hvítum stöðum sko. Nei, en vísunin fór náttúrulega ekki fram hjá neinum sem hefur fylgst með umræðunni síðustu vikur og mánuði. Nei, hann okkur. Nei. Dóra sagði, nei, Oddur er allstaðar. Samt var engin Oddur, sko, bara vængir. Svo minnst Ari Eldjarn á mig uppstandinu sínu, Sóli Hólm og svona. Ég hann helviti góða með mig, Jakob. Ertu með eitthvað ráð svona fyrir nýfengna frægð? Fyrir mig? Bara haltu þið í örðina.
Þetta rólegur og ég myndi til dæmis ekki vera að auglýsa það mikið að þú hafi verið viðriðinn þetta skaup. Heyrðu, já, áður en að ég missi ykkur alveg þangað þá það tala lélegt að vont útvarpottur, við gætum náttúrulega reynt að rifja upp það sem að gerist í þættinu sem aldrei mun heyrast, sko. En náttúrulega því að Jakob sko, hann hefur nú skammað okkur áður fyrir að leggja heilan þátt undir að rifja upp eitthvað sem við höfum sagt í öðrum þáttum. Það er kannski smá svona eðlismunur þegar að þátturinn sem að við þyrftum að rifja upp núna hefur aldrei heyrst. Og það reyndar alveg nokkuð. En var þetta ekki svona grófumáli, við fórum bara yfir myndina sem okkur fannst bestar, þættina sem okkur fannst bestir. Ég gleymi þessu bara. Við getum bara hent þessu listu minna á Facebook-hópin og fólk getur bara að lesa það þar. Já, það er betur fólk lesa það bara á skjá heldur en að þú sért að þylja þetta. Ég held það, þetta var ekkit gott podcast, það er í pæli. En samt Ingi var. Arnar Tómas líka segja mér grjóthalda kjafti þá mér finnir. Já, við getum örgulega fengið hann til að endurtaka það. Já, algjörlega. En ok, við erum að taka þetta upp 2. janúar, það er sérst bara glænýtt ár og þá er bara tilvalið náttúrulega gleyma þessum uppgjörsbömmir og taka á heitustu þrætu kartöflu fyrstu dag ársins, áramótaskaupi sjónvarpsins. Jakob, þið náttúrulega eru vísismenn og við vinnið hjá hvað þetta aftur, fréttastofa stöðvar 2 vísis og bylgjunar. Vísis og bylgjunar og vísis stöðvar 2 og bylgjunar, já. Já, þú veist það var vísið fremstan. Þið og ykkar fólk hljóta með vel unnvöks að mér syns að vera svolítið svona útbreidd skoðun að kryddsíldin hafi verið betri en skaupið. Já, mér sýnist það svona á þeim bæjum sem að hægt er að taka mark á. Já, kryddsíldin var óhemju fjörug að þessu sinni, líklega bara fjörugasta kryddsíld frá upphafi. Já, allavega þetta fara alveg aftur til Davíðs Oddsson og Össur Skarphéðinssonar til þess að finna meira fútt en var í þessu. Er það ekki það? Er ekki orðið svolítið síðan að það var eitthvað að gera? Ég man ekki eftir öðru eins, sko. Og þarna náttúrulega var frú Inga Sæland í stjörnulutverki og fór að tala það að menn hefði ekki haft pung í eitt og annað og köggla og þú veist. En þá fóru allir að tala pung. Þetta var eiginlega orð ársins. En ég held að það mætti ekki, ég held að það væri löngu búið að kansilera því að menn tæki svona til orða. Já, en náttúrulega þeir eru ofta að tala niður, sko. Já, það er þeir eru ofta að tala pungana niður með þessi punglausir. Aldrei átt að ná því hvað er að tala niður til einhver, sko. Nei. Að því að mér hefur alltaf fundist á að kannski við komum nú betur inn á það á eftir þegar við förum að ræða skaupið sjálft, sko að núna búum við til dæmis sjálfi algjöru kvennaríki og ég þarf ekki að fara að rekja þannig allar æðstu stöður ríkisins eru núna skipaðar konum. Já, einmitt, biskupinn lögreglustjórinn og heilu þrenning leiði ríkisstjórnina. Já. Hvenær verður það þá þannig að eru þið að fara að segja mér það að þetta því þá það er ekki að tromma 100.000 saman nýr á Arnarhól á hvenna frídeginum og segja fokk feðraveldið? Jú. Ætlið eru það að segja mér það? Já. En ég veit einn ánga sem það er konu bara valla hafa neitt tækifæri til að skína utan eitthvað 1 podcast, 1 eða 2. Það er podcast heimur. Kallarnir ráða þessum podcast heimur. Nei, er það ekki komið gott Jú, það er bara það og svo skvísuna sem eru með bræðheima og that's it ég man ekki eftir Steinunólan sakamála vinkonur ykkar eftirmálin einmitt, já það eru hættar podcasti komin að sjóan já, það eru komin að næsta stig það eru held ég áfram í podcastinu já, ok heyrðu, en skaupið klukkan 23:21 á gamlárskvöld þá meldaðir þú þig feeling sleepy eða þreyttan á Facebook og ákallaðir Jesús Pétur og ég tók eftir því, ég vissi hvað er að ángra Jakob núna en þá sá ég að flestir viltu strax skilja þetta sem svo að þú væri bara bugast undan þessu áramótaskaupi það passar bara var sú meining liggur alveg fyrir og var augljós. Býrðu hann að skaupið var ekki búið, Jakob, þegar þú lóst í þannig að þetta var eiginlega bara, þá var eiginlega orðið alveg útséð með það að þetta myndi sjá til sólar. Já. Sko, hvað erum við að tala þetta mörg atriði? Er þetta ekki svona give or take 60 atriði? Ég taldi þau ekki. Nei, ég taldi nú ekki, sko. Nei. Er ekki eitthvað hannig? 30, 40, 50? Voru 2 sem voru bara svona sómasamleg.
hitt var bara drast. Já, sómasamlega sem þið fannst fyndin. Já, eða svona, ég brost út í annað. Þarna þegar hún Kalla Margrét var að hengja sig í þessum talsmáta sem á að vera við. Já, kynjaða orðfærið. En það var nú svolítið fyrir vondafólki, sá skett. Það hengi það? Jú, akkurat, býtum við komum það betur á eftir. Og svo líka þegar frú Halla, forseti Íslands, kultúrsnauð með öllu var að endur hanna Bessastæði. Það fannst mér finnast þið sketsin. Það var svakalega fít skets. Ég öskuhló. Það var gott grín. Það var ekkert eðlilega fyndið. Já, en þannig var að ég var í mjög góðu áramótahófi, fór til Atla bróður, Atla Geirs Gretarssonar sem er nú fagmaður í bíó. Heldur betur. Var nú með spaukstofuna árum og áratugum saman. Það er þannig. Leikmyndahönnur, já. Sorry, fyrir hönd ungu kynsluðar er ég að spyrja. Leikmyndahönnur landsins örgla. Alveg raðað inn í rammana hjá Balta, alveg hægri vinstri líka, svo eitthvað sé nefnt. Já, og við fórum sem sagt, hann býr í húsi við Skólavörðustíg og það var mikið partí og við fórum niður, býr hann sko til vel maður, hann er með svona man cave niður í kjallara. Vá, hvað það er mikið snilt. Svona er allir að lifa. Æxlaðist þannig og við fórum þangað og horfðum á þetta saman, bræðurnir tveir og Loki, hundurinn minn og við það var ekki mikið hlátra sköll. Nei. Ég hef verið til að vera að fluga vekk. Það var einhvern veginn svo hugmyndarsnöytt. Það fléttuðust aldrei saman neina atriði. Það var aldrei reynt að gera eitt eða neitt. Þetta var bara kassalaga að mishrút leiðinlegum númerum eins og til dæmis þegar ég skildi það nú eiginlega ekki bara þegar þau eru inn í liftunni með síman slökkvitæki og bara, þú veist, er ég að missa af einhverju, er eitthvað sem ég skil ekki í þessu, eða er þetta bara ekkert fyndið? Sko, þetta var svona eitthvað svona joke fyrir okkur af yngri kynslónum, fannst mér. Þetta var svona að vera að grína búmörnum. Fólk í símanum sínum að taka myndir óvart í gríð og erg og allt þetta, sko. Og svona að halda að sé eitthvað vírus í símanum og eitthvað. Þetta er svona, ég held að mikið ungu fólki tengi kannski vita, sko. Já, ég skal segja ykkur, sko, ég kom akkurat heim, úr matabóði þegar þetta atriði var í gangi og... Varstu ekki að horfa á Skaupið? Jú, ég kveikti á sjónvarpinu þegar ég kom heim og Gussi, strákurinn minn, 2,5 árs, hann dóminerar alveg sjónvarpstækið en hann vill bara horfa á YouTube myndbönd af þvottavélum þvo og ryksuróbotum ryksuga og hann leifir ekkert annað, sko. Það verður fréttir bara ekki svona þvottavél. Hvaða Hitler er þetta? Ég spyr mig sjálfur, þetta er 5. útgáfan og svo svæsnest að henga til, sko. Nema hvað að ég hugsa, já, ok, við erum þá ekki að fara að horfa á þetta Skaup, fyrst að Gussi er vakandi nema hann heillaðist eitthvað að þessu slökkutæki fannst þetta agalega sniðugt. Honum fannst þetta myndið? Já. Og svo, merkilegt nokk, þá tókst okkur að komast í gegnum allt Skaupið með hann vakandi án þess að hann heimtaði, sko, eitthvað ekki svona. Þannig að mínuðist er svo að þetta Skaup var jafn skemmtilegt og horfa á þvottavél þvo. Get. Sko, það verður nú að segjast, svo komum við nú upp og þá vorum við náttúrulega bara stimplaðir sögulegst sem einhverjir fúlumúlar, sko. Já. Þetta fjall nú eitthvað að einhverju leiti krammið hjá þeim sem uppi voru og að horfa á þetta þar. En þar voru náttúrulega talsvert miklu meiri læti, þetta var ekki eins faglegt áhorf. Ekki ígrundað. Nei. Segi ég. En sko, við verðum svolítið að, sko, ég veit ekki hversu oft ég talað um þetta. Við verðum svolítið að definera hvaða fyrirbæri Skaupið er. Og þetta er við nú oft Tóti hefur nú nú hrekjum við alþjóða stjórnmálafræðingin alveg út í hotn með Mikael Bakhtin Já, við ætlum að tala um Mikael Bakhtin. Mótt að vera eini fulltrúi vókismanns. Karnivalið, því að einu sinni á ári og þetta er karnival. Skaupið er karnival, það eru ári gert upp og þá má allt. Þetta er dauðafæri. Þetta er þarna á að gera grín af öllum þeim sem eru mega sín einhvers
en þetta var líka bara eina skipti á árunni sem þetta mátti. Þetta sko, karnivalið sko, þá sem sko, leysir hirðfífli kóngin af sko. Og múurinn fær sitt fær rödd. Svona eins og Spaugstofan var einu sinni viku. Já. Nema það að núna á seinni árum, og ég skal ekki segja hversu langt aftur þetta rekja það, þá hefur þetta breyst í einhvers konar vók helvíti, þetta skaup. Vegna þess að það aldrei gert grín að ráðandi öflum sem eru hver, það er þessi feminismi. Það aldrei gert grín að konum í þessu skaupi. Aldrei, farði yfir þetta fræðilega og takt eftir því, nema þarna þessi eini þarna með höllu, punktur, búið. Og lesringurinn með Ástóri. Það átti nú að vera eitthvað svona... Já, við þurfum kannski að taka hana aðeins bara sér fyrir, en hann náttúrulega eitt af skólabókardæmunum. En þetta þykir mér svo leitt að fólk skuli ekki átta sig á þessu eðli karnevalsins, og ég vil rifja upp líka í þessu samhengi, og Hugleikur vinnarnas Tóta var nú einn af þeim sem voru í þessu handrita teimi, skilst mér. Jú. Hann sagði, þetta mér afskaplega minnistætt og ég hef oft sagt frá þessu áður. Þetta var í miðju fáriðinu sem gekk yfir landið þegar Egill Einarsson fór og langt og náttúrulega undir formerkjum gríns fór að tala að valinkunnar konur þyrftu nú að fá eitt granít harðan í bílskúrinn eða eitthvað svoleiðis, alveg hryllilega ósmekklegt. Og ekkert fyndið og hann barst afsökunar á því. Hvernig þetta? Svona 2007? 2005? Já, það ekki. Já. Þetta svona, já. En það, hver mannan þegar hann keftist nú við að fordæma þetta orðfæri pilsins og bara á honum. En þá einmitt kom Hugleikur fram með mikinn pistil og sagði, sko, jú, ég er oft dónalegur og ofta ósmekklegur, en ég er ekki dúsbak, ég er feministi og ég má þetta. Og síðan hefur skaupið alltaf verið með þessum formerkjum að þú, og þegar þú tekur út element of surprise, þegar þú veist alltaf að hverju grínið eða spjótin beinast, þá er þetta ekki lengur húmor, þá er þetta nýð. Þá er þetta einhlíða nýð. Þannig að sko ég sé bara ekkert fyndið við eitthvað prógram, ég tala nú sem á að vera karnivalist í eðli sínu, sem lagt upp beinlínis þannig. Ok, en hvernig svona, ef við myndum pæla í eitthvað svona akut dæmi, hverjum hefði átt að gera grína sem var ekki gert grína? Nei, ég genir allt. Sko. Já, sko, ég veit ekki líka ég furðum alltaf á því, sko, það fígur í fólk alltaf yfir skaupinu og eftir skaup sko. En þetta ekki bara einhver mýta að skaupið hafi einhvern tíma verið það vilja allir geta hlegið í kór sko. Það ekki hægt náttúrulega. Það náttúrulega ekki hægt. Nei, og svo náttúrulega eins og þú náttúrulega sjálfst líka búin að sjá það náttúrulega allt þetta afstætt, húmórinn og allt það. Já, algjörlega og auðvitað það ekki hægt og ef þú ætlar að þóknast öllum þá þóknast ekki neinn. Það algjörlega á hreinu. En sko bara hvað þetta varðar að við séum með heilaga beljur sem ekki má snerta við, það þýðir einfallega það að þetta lítur að lenda á magan. Já, það líka sko... Hvað háskinn í þessu? Það ekki mikið að sensum. Nei, það náttúrulega, ég held að allavega með ég segjum þetta skaup sko, og þetta var nú verið upp ofan síðust ár, en mér fannst þetta einmitt alveg einkennst alveg rosalega svona safe bets. Það var ekki verið að taka reyna sensa. Og mér sé að mér fannst það ágætt aðrið Frozen, það svo fyndið að því að hún Guðrún Hafsteinsdóttir náttúrulega alvöru kjörísdrottning sko, og Jón Gunnarsson náttúrulega alltaf fyndinn, en þá kemur hann félagsmálaráðherra, Guðbrandsson fyrirvandi, og hann fær að vera Ólafur Snjókall, og það ekkert fyndið við það, hvað eru það að gera, þetta eru barn? Já, einmitt, en þú veist, en var ekkert fyndið við það, hann var að sko þverbrjóta alla stjórnsýslu og hringjandi fólk nætur sko í einhverju fári sko, þú veist, þá hefði verið kannski að gera eitthvað grína þessu, en þá var svona stimplað inn sko, hann fulltrúar illu, og svo það góði gæinn sem að, þetta eru barn,
maður vestist úr hlátri, alveg bara þetta annar dauðafæri, hvar var Sóli Hólm, talandi hann að leika Ingu Sæland? Hvar var Sóli að leika Ingu? Já, maður hefði haldið að Inga Sæland myndi fá meira. Þetta er það sem ég sá í hans uppistandi, það var þegar hann var að herma eftir Ingu Sæland. Rottin minn dýri hvað þetta var alveg upplagt færi. Einmitt, og þetta var líka svolítið hennar ár, sko, kennst í ríkisstjórn, vinnur mikið kosninga sig. Svo var eins og þetta væri, sko, þetta var svo andlust og náttúrulega alveg laust við allt sem heitir hugrekki, en svo eins og þau hafi bara reynilega verið búin að taka þetta upp, búin með budgetið og þau hafi ekki nefnt að tegja sig inn í kosningaúrslitin og allt það sem ágekk hér seinni part árs. Ætli þau geta þau hafi bara verið í klippi herberginu og verið búin að skila þess inn fyrir mánuði. Er það ekki bara raunin? Já, það hefur alveg verið gripið, það hefur verið stokkið til sko, en það var yfirleitt alltaf stokkið til ef eitthvað svona svart. Það var eitt svona Valkyrju dans skets sem ég fannst reyndar ekkit sérstaklega að finna inn. Nei, og svo var hann nú bara svona svolítið eins og út úr kú einmitt, eins og hann hafi komið svona með seinniskipunum en þú veist, það var ekkit útfært og þetta tengdist aldrei neitt. Sko, að þegar nú er ég mjög áhrifagjarn og er að verða fyrir miklum áhrifum af þessum samtölum hér, þessu samtali það er svolítið merkilegt að Katrín Jakobsdóttir hafi ekki fengið kannski svona meiri svona, hvað segir maður, þú veist, það hafi ekki meira grína henni, sko, það var svona það var eiginlega hrikalegt áhrif henni, sko ákveður bjóða sem hætta sem forsætisráðherra bjóða sem fram til forsæti Íslands vinnur alls ekki, þú veist flokkurinn hennar eyðist, þú veist ef maður er í vinnu við að skrifa svona handrið, þá hlýtur maður nú ekki að gera betur heldur en þetta. Svo líka náttúrulega samt þetta, sko, þetta er náttúrulega alltaf í umræðin líka, sko, því að það er ekki að gera grín öllum, það kemst ekki allt fyrir, sko, en þá var alltaf, allir eru með sinnlistabítu, þetta vandaði, hvað? Er það hægt? Þú veist, það er ekkert hægt að gera þetta vel, það verða alltaf einhverju. Þú getur tekið það, gert það vel sem að þú allavega tekur fyrir, sko. Þú ert bara krassar inn í ákveðin á box, börn, búið að leika börn, aldraðir, búm, búm. En sko með þessi safe bet, svo einmitt þetta, hvernig við höfum mist tengsli við karnivalið sem að Jakob var að tala það var nú ekki eins ábyrgandi kannski þarna í þessu, en mér minni að vera í fyrra. Þá var sko liðið sem átti að vera að gera grína, það var að taka þátt, sko. Vist, það voru bara stjórnmálmenn og alls konar lið, sko, var að syngja, tralla og leika sjálft sig, sko. Þannig að þá er það alveg búið að yfirtaka karnivalið, sko. Það er bara, Já, það var þeir letu svona þessu væru í skaupinu þess að þetta var sjónvarpsþáttur fyrir beinni. Og hindi. Einmitt, já. Og sko svo líka, þessi safe bet, sko, áttum ekki alveg á til dæmis að stundum finnst mér þetta að vera þetta skaup til dæmis, bara eins og hafa verið framhald af annálunum, hafa bara verið að halda áfram að segja okkur hvað gerðist. Þetta er eins og til dæmis að Ástór trillist í einhverjum bókaklúbbi, hann hefur tekið miklu flottari æðiskost in real life, sem eru miklu fyndnari, sko, þannig að þarna er verið að tóna niður og einhvern veginn samt bara minna okkur á að Ástór hafi verið þarna. Og svo líka, sko, að því að auðvitað þarf að vera næst í við eitthvað, hver eru gótu gæðirnir? Klaustusmennirnir. Þetta er sami brandarinn, sko, ongoing, sko, frá því að hafa gert grínaði í skaupinu árið sem þetta gerði, sko. Það eru einu mennir sem það skotleifið er algjört, sko. Á þá, þú veist, þeir töpuðu kostingunum, stjórn, töpuðu náttúrulega ekki kostingunum. Fyrir utan það náttúrulega, sko, að Sigmundur Davíð er comedy gold í sjálfum sér, sko. Þannig að það er volið erfitt, eins og maður er að vera að grína þessum Instagram flippi. Hann var miklu fyndnar í TikTokinu, hann var miklu fyndnar í TikTokunum þar sem hann var að hrekkja á þingi heldur en í þessum sketsum, sko. Algjörlega. Og þá ertu einhvern veginn alveg búin að missa, ef þú getur ekki gert grín, ef að frummyndin er svo fyndin og getur ekki toppað það, þá ættur náttúrulega snúa þér að einhver öðru. Þetta er einmitt að ég hef sagt þér eitthvað, Jakob, þegar ég var í einhverjum kursum í Helgu Kress, amman Snorra Mássonar. Já, þá sagði hann okkur, sko, það er ekki hægt að paródera, sko. Og þegar frumefnið og bara fréttirnar og atburðirnir eru orðnir svo fyndnir að þú getur ekki annað en einhvern veginn komið eitthvað svona tvist sem er minna fyndið. Ættir þú kannski að skrifa það er orðið ansi andlust. Já. En þú veist, er það vandamálið sem að þeir sem gera sköp í þetta standa framfyrir? Bara ótti og andlist. Einkennir þetta sem að er nú svona með því sem að Skarphéðin kveður með. Vá, það er alveg pilla hérna, Jakob. Þú mætir með byssurnar.
Á maður ekki að vera með þær? Jú. Nei, þetta svona skrítið sko, en þetta hafði alltaf verið misfindin og þetta náttúrulega 5. skaupið sem ég horfa á edrú núna og ég átti auðveldar með að hlæja skaupunum þegar ég var draugfull sko. Okay. Það nú alltaf faktor sko. Já. En svona, og svo náttúrulega bara, ég sá það bara víða á Facebook ennþá þegar Otur þú manst svo stutt aftur sko, en það ennþá bara 84, skaupið 84 sko, sem að var fjári gott skaup sko. En þá var líka þessi samfella sem talum, Karl Ágúst og Kó, það var byrjað á skaupinu var stólið, svo það svona rammasaga utanum sko, og svo púslaði sketsandir inn sko, það komið ykkur að heild sko. Einhverja hugkvæmni í byggingu í heild sko, og sem býður þá upp á alls konar leik og frávik sko. En svo finnst mér líka Sigmundur Davíð samt, hann snýr svolítið vel upp á þetta, það er líka ég veit ekki, ég held að það hafi ekki verið svona áður sko. Það er rosalega margir alltaf tilbúin til að móðgast og trillast út í skaupið og það er alltaf anti-vókararnir allir sko bara sáu við pólitísku slagsíðuna og allt það sko. Já, blasti við þeim. Já. Og bara svona rétt svo í skjót inn í meðan við sjáum fólk sem við getum hæglega kallað vókstera. Þeir keppast við að verja þetta og keppast við að halda þeir fram. Þeim fannst þetta svo fyndið. Þeim hafi fundist þetta alveg rosalega fyndið. Já, þeir voru alveg krampaflóð. Hvað segir þetta okkur þegar þetta skiptir svona í 2 horn með álit á þessu skaupi það að þetta er einhliða nýð? En Jakob, að þú ert alltaf að tala um vókisma og góða fólkið og vonda fólkið. Jafnvel þó að hafa verið eitt sketsana fyrir vonda fólkið sem var hérna fornöfnin og allt það. Já, sem var mjög góður. Hér skrifa nú eitt stjórnmálafóringi. Þetta var nú bara með bestu sköpum síðar ára. Mörg og atriði skemmtilega leikarar og Hannes Ólafur betri með hverju árinu. Hver skrifa þetta? Sigmundur Davíð. Sigmundur Davíð, formað miðflokks. Já, ég veit, ég ætla að fara að koma að því að Sigmundur Davíð snýr á þetta með því mitt bara finnast þetta bara fyndið. Hann líka náttúrulega er ekki bjáni. Hvað er verst af öllu í þessari stöðu stjórnmálaflokks en að vera gert grína? Það er að vera ekki gert grína sko. Þannig að hann, einmitt eins og segir, hann náttúrulega næri ekki stjórn alltaf, en hann kemur út náttúrulega, hann er the king á áramótunum, það er bara hann er sprellið bara gengur svolítið út á hann sko. Naskur sko. Ég allan að velti í alvörunni fyrir mér svona, mér fannst smá vera eins og þau hafi mitt að þau vorum að tala um þetta sko, eins og þau hafi verið í einhverju tímaþröng eða eitthvað með þetta sko. Já, þú hefur alltaf sama tíma til þess að gera skaupið. Ég veit ekki, ég hef aldrei gert skaupið, ég veit ekki hvernig þetta er að því að finn sketsin í byrjun með forsetakostningarnar. Hann var forsetakostningarnar, þeir að taka myndaði með lampið. Já, lampaði það var alveg fyndið, en að Viktor Treysun er ég núna forsetalegur, að halda lampinu hendurnar á höllurund. En það var svona eins og aðalpúðri hefði verið sett í forsetakostningarnar einhvern veginn og svo var bara eins og allt hitt hefði bara verið plastra inn einhvern veginn eftir á. Já, en þarna kemur samt öðru dæmi í þeim skets þá sem sagt spyr Ásdís Rán Kötu hvort að henni finnist eitthvað off við það að kynbomba sér halda á lampi. Það var miklu fyndnara þegar Ásdís Rán spurði Kötu í umræðuþætti hvað henni finnst að sexbomba væri í framboði. Það var rosalega flott moment í sjálf. Já, en það er ekkert fyndið að endurtaka það og gelda það sko. Þetta er svona andlausa fréttaskýringar stundum. Og þetta við erum náttúrulega hljóma alveg ferlega skrökslegir og þessi frægu þarna á svölunum í brúðuleikunum en sko þessi er alltaf reynd að klína á mann að maður sé eitthvað svo fúlla á móti og leiðinlegur og gamall og ömulegur. Mér finnst við nú bara að vera að færa sæmileg rök fyrir máli okkar þetta. Já. En finnst þið samt ekki eitthvað? Mér finnst svona eins og þessi umræðum vókisma og allt þetta. Það er einu sem er að tala um þetta er þeir sem eru anti-vóks. Mér finnst engin annar að vera að tala um vókisma. Er ástæða fyrir að tala um þetta? Ég veit ekki, er þetta ekki bara svona hægt og býtandi? Nú má eiginlega allt og það er ekki hægt að cancela neitt lengur og er þetta ekki bara komið það? Já, ég veit ekki, ég samt náttúrulega orðin svo rugglaður í þessu vók sko, ég veit eiginlega ekki lengur hvað er vók og ekki vók, af því að það er eiginlega allt orðið vók sem að stuðar Jakob eða mín pæling eða hvað það heitir sko. Af því að sko sumt er eins og við erum mikið að tala um þetta í því sem við erum að fást við alltaf kvikmyndur og sjónvarpsþætti það er svona, þú verður svartur hommi í spennuþætti þannig verður að tróða svartum homma inn bara af því að þetta er vók en ég meina það hafa alltaf verið til svartur hommar sko bara from the dawn of time sko svo bara allt í einu eru sýnilegir sko ég tengi það ekkert við vók sko við getur þetta farið í ringi og þeir eru eitthvað að reyna að ræða þetta við dætur mínum þá segja þær mér bara að halda kæfti sem er náttúrulega bara go to svarið hjá dæturum það er bara þannig
en ég veit það ekki, sko, maður nú að, sko, í alvöru tala, þá hef ég auðvitað ekkert á móti skaupinu eða rúf ef að fólk vil eitthvað fara að tengja þetta við það að ég sé að koma úr einhverju sérkennilegri átt með mína Já, það verður að taka rúf af auglýsingamarkaði út af þessu skaupi Nefnilega ekki, ég ekki að pæla svo langt, sko, í þessu mér fannst þetta bara einfaldlega að vera skelfilega handlaust og hrætt við að stíga á klaufir heilagra kúa í þessu samfélagi eins og þetta hefur reyndar verið undanfarin 10-20 ár ég held að við sem sko upplifunin að loka niðurstan svolítið svo samhælti hjá Jakobin að hann náttúrulega sko þú finnur greinilega sér betri einhvern veginn, bara konkrétt dæmi ég var ekkert að pæla í vók ekki mér fannst þetta bara samt bitlaust og svona svona bara eitthvað svona varfærið og við erum allavega maður sem betur verið ólst upp hérna í 80-sinu þar sem bara húmor átti að vera svolítið grottalegur og líka eins og þú segir sko þetta sé níð sko en mér finnst samt vant allar rót í þetta sko þetta er ekki níðið þetta er lélegt níð með þessu sko Já, akkurat, þetta er alveg máttlaust Það má alveg vera smá rót Ég hef alveg verið að sko Þetta hefur verið, ég hef alveg verið að fylgjast með slagsmálum til dæmis manna eins og Ricky Gervais við þennan vókisma sem að vil meina það og vókismi náttúrulega snýst meðal annars það að þú alltaf að gæta þess að þú sért ekki að móðga einhvern og þú vilja klína þessu yfir á húmorinn þetta sést hvergi skýrar heldur en nákvæmlega þar og Ricky í aumingin hefur verið að svona reyna að halda sjó í því að það megi auðvitað gera grín að öllu vegna þess að annars þetta ekki grín Það verður náttúrulega að vera þannig sko og svo náttúrulega grín sko það er marglaga það er ekki bara one dimensional skilur og þú getur verið að segja brandara þar sem að spjótin virðast vera beinast að þér en ég er kannski að gera grín að tóta eða þetta veit bara enginn almennilega þess vegna er eitthvað fyndið en þú vilt tróða inn upp á húmorista grínara því að það megi ekki gera grína transfólki, það megi ekki gera grína þessum hóp og þessum og hinum og ef eitthvað slýsast að gera þá er það náttúrulega óbúslega illum hug og þarna fer náttúrulega rotin manneskja sko. En þetta er bara óvart fyrirbæri sem er ekki bara á einu plani þetta er á mörgum plönum og þetta lýsir svo og þess vegna er ég bara svo á móti þessu vóki að því að mér finnst þetta lýsa svo mikilli heimsku, kristaldærri heimsku bara eðli fyrirbærana sem að verið að tala Þetta er líka svona sko ég tilheyri nú hópi sem undan þegar í gríni en þá endar með það er bara hægt að gera grína Sigmundur Davíð og Klaustusdónunum sko, af því að allir aðrir eru bara komin í eitthvað safe zone sko. Hvað er þá fyndið? Mér finnst það mjög áhugaður umræða því ég er upp til hópa náttúrulega bara sammála þessu og maður er fylgjandi því að ég með að gera grína öll en svo hugsa maður samt til dæmis eins og með transfólk skilur nú er það er eitthvað svona bakslag skilur það sem er bara svona að vera að tala gegn tilvist það er bara að vera að tala gegn tilvist þessa fólks, skilur, transfólks þessu eldviti vill og einhverju svona einhverju vondikallar tekur mark á fyrir það vist Nei, mögulega ekki en það er líka, það er svolítið útdautt að svona orðdæmi sér sjálf og fara eftir í hverju segir það og hvernig Svo er bara líka svo mikil mótsögn í því fólkin að sko að segja að mig ekki gera grína einhverju þá ertu með því að segja að hann sé svo mikill það mig ekki gera grína á hann sko talandum það að þarna sé búið að snúa hlutum á haus Nei, ég bara velta, ég er ekki að segja mig ekki gera grína transfólki, ég er bara svona, þú veist, að því að það er alveg svona minnlóta hópur sem er, þú veist að vera fyrir einhvers konar ég er náttúrulega mjög transfriendly á transbarn og ég þekki þetta frá öllum áttum sko en það er náttúrulega bara sko, það er einhverjum og svo náttúrulega verður að gera greinuminn á bara þá okkur tærri hatursorðræðu og gríni algjörlega en þessi þá öllu slengt saman Mér finnst það bara áherslu að ég myndi mér að ég var að skrifa skaupi sko þá myndi ég kannski hugsa svona þú veist, við skulum kannski ekki við skulum kannski ekki gera grína Það er náttúrulega þess að þú átt ekki að gera þeir eru að sjá þátt sem karnivalískur að upplegi Man ekki
getum kannski ekki farið rétt með þetta en ég held þetta hafi örugglega verið Jakob vinir þínir, Steinn Ármann og Davíð Þór voru ekki tróðu upp hjá blindrafélaginu og þeir náttúrulega bara keyrðu á blindrabröndurum og náttúrulega Svalurinn náttúrulega bara kútveltist af hlátri. Þarna til líka komin að hinu sko þegar það er verið að móðgast fyrir hönd annara sko. Hvernig datt þeim í hug að vera með þetta grín? Ég meina bara fólki tengdi mjög vel við þetta sem var verið að gera grín. Bara mjög gott akkurat, nákvæmlega og mjög lýsandi. Þeir bara elskuðu blindragrínið en ef þetta hefði verið á einhverjum öðrum vettvangi þá hefði verið nægir til þess að móðgast fyrir hönd allra hinna blindu sem að einmitt kútveltust að hlátri og talandi þá finnst mér þetta að vera orðið svo öfustungað, mér finnst eins og það sé verið að gera lítið úr blindum með því að móðgast yfir einhverjum gríni sem að snýst þessa föllun þeirra. Skilur þú hvað ég er að meina? Já, ég skil hvað að meina. Og það er eins og þetta sé bara allt og flókið til þess að fólk geti skilið almennilega hvað maður er að meina með þessu. Og svo náttúrulega húmor afstæður allt það, sko, svo náttúrulega bara sumt grín þá bara lélegt og bara lélugu djókur, sko, en það er náttúrulega betra samt að skjóta þá framhjá heldur en að bara hætta bara alveg að djóka. Það hefur engin grínari, sko, sagt brandara sem er ekki vondur. Við getum gengið út frá því sem vísu sko. Svo er eitt sem við erum eftir að ræða þessu sköpi til þess að vaði eitthvað allt annað einmitt núna leikaravalið Bjarna Benditsinni. Þetta er mjög áhugað leikaraval. Pétur Jóhann Sigfússon leikur Bjarna Bend. Skildi þetta ekki alveg Það er náttúrulega garðfæðingar ekki báðir ég fatta það ekki Það er nú málega, þú veist, Pétur Jóhann og Bjarni Benditsson er ekkert sérstaklega líkir. Bjarni Benditsson mjög hásinn. Pétur Jóhann er held ég frekar lásin, ég hef aldrei hitt hann í persónu. Jú, oftast er hún líka keyrt á líkindum og náttúrulega förðunarliðið alveg leggur sér í líma við að ná svona Er þetta meðvitað ákvörðun? Þetta lítur að vera meðvitað ákvörðun. Já, þetta lítur að vera. Hvað haldið að Ég skil bara ekki hvað hér gáð þeir í spýtu. En fyrir það að mér fannst þetta alveg sérlega ófyndin skets en það er svo hann að mála þessi Bík John Malkovich þegar hann Bjarni Ben var að tala við sjálfan sig kringum ríkisráðsborðið sko. Einmitt hann fekk mjög mikið púður eða svona framlega hann með að spila sketsinn það var þessi ríkisstjórnarskets hann upp í pontu einhvern veginn það var svolítið fyndið þarna spilið þegar krakkarnir voru að halda Bjarna niðri Já, það var fyndið en svona sem í það var engin krampaköst nei, svo að því að sko Jakob talar að við hljófum eins og félagarnir á Svölunum sko náttúrulega alvöru skröggarnir voru náttúrulega í stuði á Facebook eiginlega voru sko umræðan á Facebook var miklu skemmtilega heldur skaupið sko sko okkar allra besti maður á Spáni Gústav Níelsson hann bara satt best að segja okkar manni óskililegt hvernig er hægt að gera áramótaskaup án þess að manni stökku bros ófyndna kynslóðin er greinilega komin til skjálana og þú ert á væntanlega fulltrúi ófyndnu kynslóðarinn hann styrta fyndið, það var þetta gott Skaup, já, einmitt, geðug spurning gott að komast að þetta 38 mínútur sko, mér fannst þetta líka frekar lágt sko. Ég er alveg sammála því. Þetta leiði svolítið í gegn og þetta var mér fannst þetta augljóslega að vera svolítið Bútansson-steppi og vera að bætin svona eftir á þess með valkyrjurnar að hendum bara eitthvað dansadrið og skrifa valkyrjurnar og hendum stóra vöruhúsamálinu setjum það bara fyrir lokalagið og látum bara eins og lokalagið sé í vöruhúsinu þetta var allt svona Ég var svona þetta valkyrjudæmið sem var gott við það eina góða var að Inga Sæland er alltaf svolítið eins og svona lost trúður svona fyrir aftan hina sko eins og þetta sko þær eru náttúrulega að fara að gera þetta og svo er hún eitthvað bara hálfa eitthvað ringluð Nákvæmlega, þú veist og mér fannst þú veist eins og Höllu Tómas brandarinn ógeðslega fyndin þegar að gerkirinn að Höllur hund ógeðslega fyndin það sem snýra fórsetakostningu og var frekar vel hefna fannst mér það virðist vera svona mest í grunda Já, Jón Magnússon, lögmaður, hann mitt svarar Gústaf og segir, reyndar voru atriði varandi forsetaframbjóðnar og forsetan allt í lagi en þegar koma pólitíkin að öðru leyti þá leyndi hlutregnin sér ekki Já, það er bara þannig það er bara skotleyfi á suma og ekki alla og það bara á ekki að vera þannig þegar við erum að tala um eitthvað sem má heita karnevalistað upplegin Nei, og þetta líka ætti enginn einmitt að vera hörundsár eða móðgast eða trillast yfir skaupinu af því að það er með þessum gömlu formerkjum karnevalsins, þá er þetta er
græskulaust grín en það má samt alveg vera svolítið næsti stundum algjörlega. En sko þegar þú þarft að endurtaka sko 7 ára gamlan brandara klaustustónuna til þess að geta gert næsti grín einhverjum, þá ertu náttúrulega bara í vondum málum Já, algjörlega Svona grínlega séð og mér finnst vera mjög maklegt að ræða hér í þaula eins og við erum að gera og mér fannst kannski, það sem að lýsir kannski einmitt ástæðunum fyrir mér finnst þetta að vera svolítið lágt sko. Til dæmis lokalæð bara ef tölum lokalæð þar sem að Unnsteinn Manuel og Logi Petru og Bríett bara syngja öll ógeðslega vel og ógeðslega flottir sama fólki og söng síðast og þar ég náttúrulega var að pæla þess ég náttúrulega man ekki neitt, ég er með gullfiska minni en hafa þau ekki öll verið áður í lokalæðinu Bríett var klárlega allavega í fyrra hún var einu sinni, einhvers sem var kosið og vildi allir fá Bríett sem skilnilegt mér er svolítið lágt sko og boðskapurinn var svona þú veist við erum öll einhvern veginn dýrgripir eða svona Íslands einhvern veginn það náttúrulega svona ákveðin boðskapur í því með að við þú veist útlendinga og inngildingu og eitthvað ég fattaði samt ekki þennan boðskap fyrir að ég fór að ræða þetta við vinnufélag í dag sko 2. janúar sko 2 mínútum seinna þá var það svona já auðvitað þegar ég horf bara á því ég bara svona við þurfum að syngjum að vera eitthvað gersemi eitthvað svona minni þetta ekki að vera þarna einhvers konar parodí á Squid Game Jú, Squid Game, Netflix-serían og ég einmitt var að klára seríu 2 þannig að mér fannst þetta skemmtilegt og ég var svona, já, fyndi eitthvað var geðut Squid Game, taka Squid Game en svo tengdist það svo semi-elegant Squid eða svona, þau voru að læra hérna þú veist, þau voru að ganga einhvern þrauti, þú veist sem eins og í Squid Game, sko fari hérna að gera brauðtertuna og allt þetta íslenska dæmi sem við flokkum sem íslenskt og svo kom Páll Óskar og með manninn sinn sem að reyfa af sér grímuna það var náttúrulega reynda mjög falletadri vókadri ég held að þetta söngadri er meira að fara bara fram hjá mér sko. ég kannast ekki við neitt sem þau eru að tala Nei, ég get ekki raula þetta lag sko. ég man það ekki lagið. En mér finnst þetta svolítið svona þetta var bara rammað innsköpi sko. Þetta var bara svona æheru bara örugt, dögum Bríeti, Unnsteinn, Loga Petru geðvögt, þú veist enn pælingin, sorry Tóti Ice Guys ein pæling? Nei, já, ein pæling, enn pælingin Ice Guys, hefði ekki verið hægt að fá Ice Guys í lokalagið það hefði reyndar að kosta eitthvað skildingin þeir hefðu gert þetta fyrir ekki neitt bara þeir eru svo hressir ég meina, þetta er ár Ice Guys ég meina, þeir eru seldu upp 5 Laugardalshallir og áttu ógeðslega vinsalan þátt og þú veist það hefði líka mátt gera grína svona einhverjum grenjandi barnaforeldrum sem eru 1,50 og gátt ekki verið með börnin sín á háhest af því að körfuboltagæjarnir voru sko fyrir framan með menn eitt dauðafærið einmitt það vantaði ekki dauðafæri nei, allt löðrandi góðu djóki, svo er eitt einmitt akkurat nú myndi það kemur eitthvað upp í samfélaginu í pólitíkinni já, Skaupi skrifa sér bara sjálft í ár já, einmitt er það að geta sleppa þessu bara þetta er komið, djókur bara en fyrst þú veit nú að vitna í gamla skrögg á netinu þá ertu ekki með okkar uppáhaldsmann þar, Baldur Hermansson jú, ég ætlaði að reyna að fara að komast á honum sko, já, einmitt, uppáhaldsskröggurinn okkar allra Baldur Hermansson sem að greindi á sínum tíma þjóði í hlekkjum hugafarsins og komst örugglega í Skaupið fyrir það minni mig Nei, hann sagði sko, loksins getur þessi sundurleita þjóð saminast í einni skoðun. Þetta er versta Skaup frá landnámi. En svo er einhverjir sem að svara honum sko. Hann hefur ekki alveg rétt fyrir sér þar. Nei, hann má líka alveg halda því til að haga að það er svona allavega, ég er með svo vel raðað í bergmálsallin minn. Ég hrú ekki bara með fólki sem er sammála sko, þannig að ég sá alveg báðar vítir sko. En sko, meirihlutinn sem að ég tók eftir var fúll og fannst þetta leiðilegt og þar voru alls konar gúti gæjar líka og fínirís fólk sko, ekki bara illmennin. Nei, já, einmitt. Og en svo líka þá, Jakob tæfti kannski aðeins á þess á hann, það mætti náttúrulega kannski rannsaka þetta betur sko, að þegar við erum í svo pólariseru samfélagi, spyrja fyrir, sko fannst þér þetta virkilega svona gott eða virkilega svona vond eða ertu að tala með kórnuðinum sko, þú veist, já. Er sko skopskinnit farið að sveiflast með því hvað viðhlæðendum þínum og vinum finnst sko? Mjög góð spurning ég vil nú meina það að ég sé með lærða röksemdafærslu á bakvið það hvers vegna mér þykir þetta að vera svona slagt já, algjörlega og þetta líka náttúrulega þeir sem þekkja að vita náttúrulega að þú sveiflast nú ekki eins og strá með einu og þetta líka þetta var náttúrulega ekki droslega fyndið svo getur líka verið að þessi fundamental misskilningur og fólk gleymir þessu alltaf á milli ára að Skaupið ekkert endilega alltaf mjög fyndið sko
Svo leikunni, ég man aldrei spurning er ekki bara vatsins tíma, þetta var alltaf þú veist náttúrulega þjóðin bara beið og hugsaði skaupið allt árið sko hérna þegar sjóma bara svarkvítt og það var ein stöð og ekkert að frétta þú veist það náttúrulega bara þú veist eiginlega sko spaukstofan í rauninni náttúrulega drap þetta konsept sko fyrir 30 árum sko. Það mörguleiti, já En ekki bara borgarastyrjöld ef við myndum að hætta sína þetta skaup þetta er eina sem sameina þjóðuna klukkan 22:30 Sameinar á gamlaskóla og þetta er sameinar slasi sundrungar takta Það er einmitt spurning sem að maður hefur spurt sig hvort að þetta en svo náttúrulega kemur á móti þetta sem þú ert að segja áttur að þetta virðist enn halda sínu gagvart áhorfi Ég meina 90% 95 eða eitthvað prósent á Þetta er alveg svolít og sem slíkt er þetta náttúrulega fallet að sé ennþá þetta framleiða sjónvarpsefni sem að fólk horfir á í rauntíma allir saman Ok, í stuttumáli Það var mjög glata ef að ég hefði ákveð að horfa á þetta eftir hálfan mánuð og ætla bara að koma inn í umræðina þá þetta er skaupið Ok, í stuttumáli Þú ert ósátt Jakob við skaupið Þú ert ósáttur núna við skaupið af því að skaupið er karneval og það var ekki gert grín af feministum og vókisma Já, bara, sko mér er alveg sama hvað það heitir Ég er bara að tala um það að þegar við erum að tala um fyrirbæri eins og skaupið og bara húmor reyndar almennt þá á hann ekki að vera að setja sjálfum sér einhverja skorður, reisa sér skorður út frá einhverju kröfu sem að er bara tiltölulega nýtilkomin Þetta er grín og þú átt ekki að vera að reisa þetta er grín nema það má ekki gera grín af þessum og hinum og hinum og hinum Mér finnst þetta bara að vera skökk hugsun og mér finnst skaupið hafa undanfarin ár verið algjörlega undirselt því Billust og það bara færist í aukana ef eitthvað er því miður sem nú skrýtur þessi vókismenn og alveg hann á undanhaldi Ég myndi halda það, já Ég meina, það má allt í dag þú mátt gera allt Það má náttúrulega ekki allt í dag Nei, það má mjög margt Það má meira en fyrir 5 árum Já, það er kannski farið að fækka sko refsiverðum smáklæpum í þessum bransa sko eða bara í umræðinni þú veist að það er auðveldur að segja eitthvað bjánalegt næsti í dag heldur en fyrir 3 árum sko því að þá var bara í allt bannað sko Þetta er náttúrulega bara eins og dialektik Hegels Einmitt Tengjum við það Nei, ég meina það kemur upp einhver þessa og svo kemur anti þessa og svo verður sín þessa úr því Það er sem er að gerast núna Kólfurinn er að sveiflast aðeins tilbaka er þetta náttúrulega bara alltaf Bakslag Nei, það er líka Bakslag En að kalla það bakslag það þykir mér bara að vera svo Nei, það er líka bara þegar hugsunin er einhvern veginn orðin þannig í rótgrófin að bara ef þú ert ekki alltaf að tala eftir sömu línu og djóka eftir sömu línu þá sértu bara illmenni sko þegar ég var unglingur í 80-sinu þá var hungursneyð í Eþíópíu og það var allt morandi í Eþíópíubröndunum hefur heyrt á þetta? Nei. En er ekki fljótasta dýr í heimi Eþíópískur gjúklingur Veistu hvernig fyrst í Eþíópíu maður komið til tunglsins hann var að fikta með teygju og strikamerkin á kókdósinni þetta er bekkjamynd frá Eþíópíu en á sama tíma þá söfnuðu sér saman allar helstu og frægust og mest og bestu popstjörnur Bretlands og söfnuðu skriljón biljónum með því að gefa út jólalag Var það fyrsta lagveitið? Nei, það var á undan lagveitið gaf fyrst út lag Já, búið til betri Do They Know It's Christmas, já og þetta er 40 ára og þetta er ennþá að tikkin peningum sko og svo er verið einmitt núna að vera heimt að þetta lag verið ekki spilað í útvarpi af því að það er ekki fallegt og þetta er næsti Það er racist Já, þau eru helvítan Bono Well tonight thank God is them instead of you og svo voru þetta veist eitthvað raise a glass for hungry Africa Það hefur alveg farið fram hjá mér að það væri búið að cancellera þessu lagi Það er búið að reyna og Þú mátt hjálpa þeim, þú mátt ekki tala niður til það var verið að endurútgefa Já, guðminn alveg Það var endurútgefu núna í tilefni fertugsafmælisins og með eitthvað remix að það verið tekin okkur sem það var Ed Sheeran bara ég hefði nú bara ekki viljað vera í þessari upptöku ég hef verið talað við mig og svo er einhverjir bara gömlu 80s gæðir bara come on, hvað er það ykkur við bara sáum ykkur að neyða okkur ofböðt og við vorum að reyna að gera eitthvað en 40 árum setna bara kemur einhver Ed Sheeran og að teikna sig upp sem einhver ægilegur Já, gargar náttúrulega eftir að sé gert eitthvað dvergagrína á honum en það má ekki Þetta er alveg
ólíkindum vitlaust. Þannig að þú gerir grína einhverju, það þýðir ekki það að þú fyrirlítir, hatir eða sko bara njótir þess, þetta er bara langur vegur frá og jafnvel hið öfu og þetta líka eins og í pólitíkinni, ég held að þessi bara martröð stjórnmálmann sem allar verið ábærandi ef hann er bara skilin út hann, ekkert gert grína hversu tilvist er það? Sagði Pálmi Gesson með einhvern tíma frá því að hann hafi upplifað alveg ægilega hremmingar þegar hann satt í flugvél við liðina á Halldór sem að var að hundskamma, það var Pálmi að var spökst og hann bara flög hér með heiminskautum og það var Pálmi alltaf að gera grína. Alltaf að leika Sérhæðis í þessu og Halldór það er alltaf svolítið svona og Pálmi satt í flugvél, það var bara heil flugferð þar sem hann var að skammast í honum fyrir þetta. Já, honum fannst þetta ekki fyndið. Nei. En ómeðvitað náttúrulega þá bjóða til langan brandara sko. Nei. Nei, menna þú veist blessi sér minning hans. En honum fannst þetta ekki sniðugt en ef hann hefði pröfað hitt sko. Það væri alltaf bara verið gerðin á Davíð og Jóni Baldvin en ekki honum sko. Já, varstu þetta slá vopnin úr höndum þeirra sem að eru að vilja beina þeir spjótum. En sko, til að fara í hringin og hring, af því ég held einhvern veginn að nú eru pólitíkin mjög óspennandi sko, með þess að gritsild. Það verður ekki þannig sko. Inga Sæland verður bara með byssurnar úti sko. Já, ég held að það sé nú svona kryddsildin hafa mörguleiti opnað augu fólks fyrir því að Inga er ekkert að slaka á sko. Nei. Og það kemur mér nú svolítið á óvart hvað menn eru ekkert að rífa seglin í aðdáun sinni á henni eins og sem að fenga hana til dæmis í vangi til sín og svona. Það líka náttúrulega því miður þá var nú aðeins farið yfir þetta í þættinu sem aldrei mun heyrast en þar var nú talað að flokkurinn hennar eru komin í 2,3% fyrir en varir sko. Og ég held líka Inga sko, ég held að hún er farin að gera út á þetta. Þú veist, hún var bara eftir að eskalera í þessu sko, af því að hún fær náttúrulega svo gott feedback frá ykkur. Ég held að hún sé mjög líkur stjórnmálamaður og maður sem er að fara að vera fórsetur Bandaríkjanna sko. Ég sé mörg líkindi sko. Ég meina hún er spurða erfiða spurninga, hvað gerir hún? Syngur bara Sigurjón Dyra sko. Þú veist, hún var spurð út í miðflokksmennina og ekki miðflokksmennina heldur sína menn sem hún ræki burtu, Jakob Frímann og Hamburger Thomas á hverjum fjöldafundi á Suðurlandi eitthvað. Hvað gerir hún? Hún bara reif í mikrofónun og bara það geti ekki allir verið gorgeous. Það er ekki hægt að spyrna alveg spurningar. Ég var að útskýra þetta fyrir Gunnar í Smára, ég var lenti nú á samstöðinni hjá honum fyrir cirka mánuði og ég var að segja að og hann var einmitt, af hverju er hún ekki spurð? Hún er alveg spurð. Hvað er að fjölmiðlamenn að gera? Ráðast á hann og taka hana kyrkingatæki eða hvað? Svaraðu spurningunni. Þú veist, hún hefur verið spurð, þetta er það sem hún leggur á borð, þetta eru þau svör sem hún leggur á borð og kjósendur skulle bara taka afstöðu til þess út frá því. Þeim forsendum, út frá því. Það er ekki hægt að fara fram á meira frá blaðamönnum. Og kjósendur love þetta. Já, þeir hafa það er ákveðin prósentalustendar sem að emitt djöfull fór hún illa lékun blaðamannin grátt eins og fáránlegt og það nú er emitt. En ég veit þetta er ekki áramótahátíð Tóti. En það væri náttúrulega frábært því getur bara komið núna með svona völvu fyrir þetta ár. Var það ekki frábært? Nei. Bara spáð fyrir hvað gerist. Nei, ég veit ekki hversu miklar völvan náttúrulega skákar líka í sko, skjóla ákveðna nafnblinda sko. Og Jakob fyrir maður að setjast í einhverja spámannlega stellingar sem Tóti og Jakob þá það er ekki gott grín. Nei, ok ok þá var ég ekki með fleiri spurningar. Við erum að fást við aðra hluti en þá að spá fyrir eitthvað. Við erum svona höfum verið í því að fjallum það sem að gerist og er að gerast. Hvenær ætlum þið að skrifa aftur bók saman? Nú hafið þið skrifað eina bók $1 million spurningin Katalínu en Kókó. Það gekk alveg ríkalega vel, það var frábært samstarf og ég er mjög stoltur af þessari bók. Það var mjög gaman að gera þessa bók. Við höfum ekki mikið upp úr því en ég sé ekki eftir mínútur sem fór ég að vinna þessa bók sko. Nei en það er einhvern veginn ekkert viðfangsefni sem kemst í hálfkvisti við. Nei,
við hana Kókó Nei. Katalínu Kókó Nei, þetta er náttúrulega það var náttúrulega ótrúlega manneskja og ótrúlega ferill sko. Alltaf mjög vinnistættir hún hérna barði nágrannakonunni í Stegaákjörnum Hafnarfirði með hérna ryksusnúru að því að hún var hérna ryks á Laugardalsmótinu og kettlingin kom alltaf og tóku sambandi hjá henni Ok Já mjög blóðheitt en hérna allt er góð með það en hérna Jakob við erum sko búin að vera með fantasíur að fá því hérna til þess að tala til dæmis Godfather sem held að mynd nummer 2 átti mynd ammæli núna 2024 svo ætlum við að fá því og Jón Óskar til þess að tala Steven Seagal og svona strákamyndir sko þannig að þetta er Sko, já, ég hef Jón Óskar er náttúrulega Steven Seagal aðdáandi nummer 1, 2 og 3 Já, og vera hann með kjafti og klóm Ég er ekki beinlega Steven Seagal aðdáandi, ég er meiri aðdáandi Jóns Óskars Verandi aðdáandi Steven Seagal Ég tel mér skylt að vera þá þar með aðdáandi Steven Seagal Ég sýk ekkert minn vín með það Nei En Godfather, guð minn góður það verður aldrei gerð eins góð mynd og Godfather myndirnar Ég sá það bara í fyrst sinnum daginn sko. Godfather 1 og 3 Horfðu það í símanum mínu Í alvöru tala Já Símanum Guðlast Hann er alveg agalegu með þetta Hvað er bara upp í rúmi bara með síma minn Sér hvað hann er stór Risa sími Þetta er iPhone Max Hann er stærri en venlur iPhone En þú ert Og hvernig fannst þér? Geðveikar augljóslega og 3 er náttúrulega ekki afgóð en þú veist, en hann er búin að breyta henni samt ég held að ég hef hort á útgáðu sem mega meira sens á þess að ég veit og það er svo ávarp í byrjun og hann ávarpar þetta allt Hún er náttúrulega gerð síðar, talsveit síðar hvaða liður mörg ár síðan hún er 94 ára 20 ár augljóslega og hann nær tíðarandanum svo gríðarlega vel í 1 og 2 en hérna, mér finnst hún samt vannmetin sko. Mér finnst hún að verið töluð alveg ríkala mikið niður vegna þess að samanburðurinn er auðvitað ekki hagstæður en mér finnst hún samt alveg frábær Ertu búin að sjá nýju útgáðuna? Hún er aðeins svona, hann er búin að klippa hann eitthvað til og gera hana meira eins og hann vill byrja hana öðruvísi, mann ég var eitthvað að googla það, hún byrjar aðeins öðruvísi hún byrjar þegar hann er í kirkjunni eitthvað neginn, aðalmaðurinn sko Michael Corleone og eitthvað og hann er með eitthvað ávarp í byrjun til að útskýra hvers vegna þetta er útgáðan sem hann vildi gera Já, ok. Nú er eiginlega bara hægt að sjá það útgáð á streymisettum sko. En hvað er ég að sjá hérna trailera Godfather 4? Er það eitthvað sem er í kortunum? Nei, ég veit það ekki. Ekki svo ég viti sko. Það er ekki tölvuleikur. Svo það er þessi fíbl sem er alltaf að leika sem þetta gervigrindin alltaf að búa til svona eitthvað póstera og dót sko. Rosalega svona raunveruleg sko. Maður er nefnilega alltaf að sjá okkur svona fake og ég hef oft svona bara heyrðu þessi mynd að koma út? Nei, hún er ekki að koma út. Bara alls ekki sko. En hvað ertu mikið á Netflix, Jakob? Hvað veitur notaru? Nei, þú náttúrulega horfður bara á Stötu Plus. Nei, gull. Jú, ég er bara á Stötu Plus. Stötu gull. Ótrúlega að sjá hvernig, sorry, Jakob, ég grípi fram við þér. Banna að hlæja. Hvernig Sólihólm var alveg að fara dett út í þættinum. Grípur hann þá ekki í eftir hermunu sína af því. Farið eitthvað prósentu frá honum? Nei, nefnilega ekki. Og það sem meira ég fæ ekki einu svona þakkir. Nei, hann var með svakalan þakkarpistil áramóta þakkar hérna, ég vil þakka konunni minn og börnunum mínum og frængu minni og frænda mínum og bara öllum sem kom að sýningunni minni og hún tókst alveg ríkalega vel það var bara strollan nefnd í þakkalista en ekki fyrirmyndunum nei. Það er með að bara geta það sem og hvað er Sóli núna? Jú, hann er á tenni og hvað er þú, Jakob? Þú ert bara hér að hangandinn lækjagötur bara með okkur oddi hérna, á Hafnatorgi hérna, á þriðhæðinni á Rekus hér fyrir ími starfsemi fram sem að er kannski þóleiki dagslega Þessi kaffi ekki góða? Jú, mjög gott, góð ég tala ekki í íslensku ég er bara svo stressað fyrir að íta á sko, að hætta upptökunni ég er ekki að djóka sko, ég er haldin svona PTSD dæmi sko. Þú veist bara hún eyðist bara eins og síðast ég gerði það ekkert öðru Nei, það voru alveg allra auga á þér hvað segir tellerinn? 59, þannig að þetta er bara svona þetta er svona vennilegur 2 tónu áttur hinn þáttur var náttúrulega ekkert eðlilega langur en það var bara eitt topic hér til og alvöru topic en 2025 leggst vel í ykkur báða bara hann við höldum smá svona látins alltaf þannig
Já, ég bara svona með álíka mikla væntingar til 2025 og áramótaskaupsins, mér svona eiginlega sama bara þetta rúllar bara einhvern veginn Já, maður verður eldri og gigtin verri en maður einhvern veginn áfram stölast maður nú og getur ekki annað Já, talandi það, ég hitti Kollu Bergþórs á Kaffi Vest 2 dögum fyrir jól Er hún enn á fótum? Þátt Já Hún vinkona botsins og þá vorum við myndið að tala um það hvað væri gott að eldast sko. Mínus þetta náttúrulega sem tala með giktina og styrleikan sko. En þá svona ég að fatta þetta svona bara í rauntíma með því þegar ég eldist sko, okkur Gandalf og Merlin og Obi-Wan allir þessir wise old men eru svona wise old men sko. Þannig að þeir eru búnir með allt bullið sko. Eru þið tveir ekki frábært dæmi 2 menn sem hafa mikst rosalega með aldrei? Nei Ég hef alltaf verið svona mjúkur Þú er alltaf verið svona mjúkur Ég held að við séum vel að svipa Jakob hefur alltaf verið svona jolly og kátur og ég frekar í þingri kantinum og náttúrulega svo býr fólk sér til að tekur svona skakka mynd af Jakobi bara í gegnum podcast og grúndarp það sem að maður að rífa sig Já, og því að þetta náttúrulega eitt stærsta gullhjarta sem að ég hef kynst slæðir Sammála því Jakobi, sko. Sammála því Takk ykkur fyrir byrja Það er fátt betra en að standa yfir tjartbítinu á vísi, horfa á tjartbítinu með Jakobi sko. Verið í tjartbíti vímunni sko, sem er rosaleg sem er náttúrulega lesturinn á vísi fyrir þá hlustendur sem veit ekki hvað er Alfa og Omega, alls fréttamat Ég er spáði sko tjartbíti bara núna sko. Já, hvernig má öðruvísi vera þá En við vissum þetta nú alltaf þegar við vorum á einblaði fréttablasins saman Já Þá Þið voru alveg vissum við nú svo sem alveg svona nokkur veginn hvað hjarta sló Innblaða skemmtilegu blaðsíðunar í fréttablaðinu fyrir það sem við vitað ekki Algjörlega Já, og bara innblaðsefni það þarf ekki að binda fréttablaðið bara, en það er bara því mér fer þeim alltaf fækandi sem að kunna að framleiða gott innblaðsefni Það er nú Jakob eiginlega bara einn eftir sko sem að sést á tjartbítinu Já, algjörlega sko. Algjörlega Það er bara þannig Hvað, ég var að sleppa þér, Jakob? Já, ekki bara Ég er að fá meldingar það að reikningurinn minn fyrir bílastæði þannig að kjallara sé komin upp úr öllu valdi Já, þú samt vonandi samt sko skráðið inn sko ég gleymi því stundum og þá bara kemur 7500 kall bara búm í heimabanka Ég kom lappandi eins og borgin vildi Herðu, já, nei, þetta var þáttur 82 og fyrsti þáttur 2 á toppnum á þessu ári, já, ef þið fá einhvern tímann að heyra hann, það er alveg óráðið og við lögðum þetta undir skaupið af því að það er svo gaman að sækja hugtök í alþjóðastjórnmálafræði og bókmyndafræði þegar maður er að greina svona fyrirbæri í menningunni Tökum þátt, einu sinni í viku alltaf hressir, skemmtlir, frábæra gesti eins og Jakob erum með toppfólk, Facebook endilega að farið þangað, eru ekki þar eitthvað fleira? Nei, þetta er bara fínt reyndu nú bara eðilega ekki þáttinn Ekki á tílít Þetta er tryggjandi, ok, ég ætla að prófa þetta sjáum hvað gerist